Góða kvöldið, kærir áhorfendur, og verið velkomin á þriðja leik í úrslitum. Allt að fara af stað hérna eftir það bil 1 mínútu. Gunnar heiti ég. Heiðar heiti ég og við verðum með ykkur hérna í kvöld. Við líka veislan sem þetta verður. Enga trú á öðru. SA leiðir einvíið 2-0 eftir fyrstu 2 leikina og geta því með sigri hér í kvöld tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn. Aðeins að vera að skora í leik nr. 2. Þar fór 4-2 fyrir SA-stelpunum. En einungis 1-0 eftir vítakeppni í fyrsta leiknum. Þannig að vonandi hafa bara ennþá fleiri mörk í kvöld og þetta verður bara algjör veisla. Skulum renna yfir liðin. Byrjum á Fjölnistelpunum. Þar erum Birta Júlia í markinu, Elín Darko, Teresa Snorradóttir, Sigrún Agata, María Sól og Elisa Dís. Guðrún Marín, Eva Hlinsdóttir, Kristín Ingadóttir, Kolbrún Garðarsdóttir og Harpa Dögg. Og síðan eru Stefania Ósk og Natalia López. Þjálfari liðsins er Emil Ollingard og með honum er Martin Semenek og Laura Murphy. Þá kynnum við lið SA. Það er Sjóli í markinu, Anita, Ragnhildur Kjartansdóttir, Magdalena, Hilma Bóel, Berglind Rós, Amanda Ír, Anna Sonja, Aðalheiður, Gunnborg, Katrín, Herborg, Sveindís Marí, María Guðrún, Jónína Margrét og Kolbrún Björnsdóttir. Svo er það Ragnheiður, Inga Rakel og Sólrún Assa. Þjálfari SA er Sami Lettinen og honum til aðstoðar eru Atli Þór Sveinsson. Helst má geta að Fjölnistelpunar eru öllu fleiri en voru síðasta leik. Núna eru þær 12 útspilarar. Síðast voru það bara 9, það getur alveg sagt sitt. Það getur munað öllu í svona úrslitaeinvígi að hafa þessa aukamenn. Sérstaklega sem þetta er 3. leikur. Það fengur nú 1 aukadag núna fyrir þennan leik. Við vorum með 2 daga núna á milli. Núna fer þetta alltaf hefjast. Hjá SA byrjaðar Amanda, Berglind og Hilma með Ingu, Rakel og Önnu Sonju. Og Fjölnismenn eru það María Sól, Kolbrún Garðarsdóttir, Teresa, Eva og Guðrún Marín. Sjóli og Birta í markinu. Og þetta er farið af stað. Björnin tekur þetta uppkast. Það eru fróðilegt að sjá hvernig þetta fer á stað. Byrjaði svolítið shaky í fyrsta leiknum. Sendingar svolítið svona út allt og svona. Við skulum sjá hvernig þetta fer núna. Þetta er nú 3. leikur. Taugarnar eftir svona mestaröður farnar úr þeim allavega. Já, við höfum séð það í fyrstu 2 leikjunum að báðar fyrstu lotunar hafa verið svolítið skrítnar. En hér sjáum við og það er enginn fyrir fram markið þarna. Enginn hefur látið hann að Sjóli vita. Kolbrún kom bara og tók pökkinn. En eins og ég segi, það voru þær svolítið skrítnar fyrstu lotunar í báðum leiknum. Það er spurning hvort það hafi verið stress í gangi. Það hljóta að hrista þetta af sig núna fyrir þennan leik. Stelpurnar. Hér eru Fjölnisstelpur að reyna að breyka út. Og hér stelur Katrín Gunnborg pekkinum. Ragnhildur heldur sinni. Setur hann djúpt. Katrín fer í pressuna. Þær spila þetta vel, Fjölnisstelpur. Og koma honum út. Ragnhildur setur hann aftur djúpt og þær færi skiptingu. Gunnborg fer fremst í pressuna. Þær koma hann út, Fjölnisstelpur, en missa svo. Jónína á Ragnhildi, aftur á Jónínu. Setur hann upp á Kolbrúnu. Hún setur hann djúpt. Hörð pressa hérna á SA. Og hér er hún að tapa pekkinum í slottinu, en nær hún hins vegar aftur. Setur hann upp á Sigrúnu Agötu. Sem reynir að setja hann lengra, en misheppnuð sending og þessar stelpur halda honum inn í svæðinu. Þess má geta, við glemdum nú að nefna það áðan, en einnig eru sömu dómarar í fyrsta leiknum. Sæmundur aðaldómari og honum til aðstoðar eru Dúi og Guðni. Þeir stóðu sinni bara prýðis vel í fyrsta leiknum og ég hef enga trú að vera öðruvísi núna í kvöld. Einhver misskilningur hérna hjá þessar stelpum. Berglind og Anna Sonja klessa saman. Það kemur ekki að sög. Og hér kemur Hilma á ferðinni.
Tvær á Kolbrún komin hann. Ó, skotið rétt yfir. Annarsson hins vegar fyrst í pökkinn. En Kolbrún komin inn í þetta og setur þetta alla lið yfir. Þetta við beint í æsing eða hvað. Og Berglind hefði orðið fyrst í pökkinn. Kolbrún undir hún aðeins að meina að hún hefði kannski verið á undan en mér sýndist nú ekki. Stúkan í það mundi að fyllast. Gaman að sjá svona margir í stúkunni. Ég vil nú fara að heyra virkengur og trommur, það kemur kannski á eftir. Magda meðan, leggur hún á Herborgu, skjótt á markið Ragnhildur. Og skotið rétt yfir. Fínt skot, aðeins yfir. Herborg með hann á rammanum, setur hann á Katrínu. Katrínu aftur á Herborgu. Ragnhildur komin hann niður í horn og setur hann fyrir markið. Fjölnir stelpur, góður í vörninni. Þjættar hann fyrir fram á markið. Þær ekki að finna sendingarnar fyrir fram á markið núna þessar stelpunar. Flott pressa hjá Gunnborgu, heldur þessu inni í svæðinu. Sem reynir að finna Magdalenu upp á bláu sem er skotið, það er blokkað á Elísu. Léleg sending hérna sem Fjölnir stelpur komast inn í. Smá misskilningur. Magda kemur hún fram hjá Teresu þarna. Assa tekur bara á róar. Það pressa samt hart Fjölnir stelpurnar en þetta er vel leyst. Hér kemur María. Hún fer með hann vítt. Snýr hérna en hún rýkur við sinni og góð vörn hana hjá Fjölnir stelpum. En hún hérna skauta Guðrún með hann þvert fyrir markið en nær að koma svo út. Agga komin á ferðina, Sveindís á mótvinni. Þvílíkt skot. Hættulegt verða skot. vel með kylfunni. Þetta er einn af þeirra helstu kostum þegar Agga eða þá Kolbrún komast svona á ferðina og skjóta bara á markið. Mjög öflugir leikmenn. Það er helst að passa þær tvær. Dæmi ekki æsing hana, Eva nær honum. Eva róar bara. Hér koma Fjölnir stelpur. Elísa snýr með pökkinn. Setur hann bara aftur niður. Og hér koma þær aftur upp. En Inga Rakel gerir vel og stoppar þetta. Það verður pressa hérna. Það veit ekki alveg hvað það er að gera með pökkinn Fjölnir. Þetta er fín pressa hjá Essa. Þetta byrjar svolítið jafnt og þétt. Það er gaman að sjá þetta. Smá misskilningur, Inga missir hann en það slapp fyrir horn. Þessar fyrstu mínútur hér virðast vera að fara betur á stað heldur en í fyrstu tveimur leikjunum, alveg klálega. Svona viljum við hafa þetta. Annarsson hjá Katrínu. Kemur Teresa, Annarsson, nei, kemst ekki yfir miðuna. Setur hann á Hörpu og hér kemur Harpa. Katrín í pressunni og Herborg kemur á hjálpar henni. Hún setur pökkinn yfir á Evu. Hún setur hann djúpt. Harpa með hann. Flott vörnandi á Ragnhildi. Nær pökkinum á Hörpu. Magda þarna. Guðrún og skotið en svo lífið þetta. Gunnborg fyrst í pökkinn hérna og reynir að koma hún út. Skauta með hann inn fyrir bláu og reynir að finna sendinguna þarna en gengur ekki. Ég held að verði lykill aðeins í dag hjá þessar stelpunum og komur hún svolítið mikið á marki. Það er komur hún svolítið mikið á marki, ekki fyrir í þriðju lotinu í síðasta leik. Voru þar með 18 skot á markið. Hér eru þessar stelpur í hættulegum stað. Missa hann hins vegar út fyrir blálínuna og hér kemur Sigrún Agatha á ferðinni og pressar. En aðallega gerir vel og snýr hann af sér en virðist eitthvað detta og fá hann ofan á sig. En hér er Kolbrún að komast færi. Missir hann aðeins svo langt frá sér en finnur skotið hann bak við markið. Sjóli verður þetta vel. Það er hann búinn að vera að hætta fyrir framan þessa markið. Fjölnir stelpurnar búinn að vera grimmari þar í frákvæstunum.
Og annað skot, Sjóli verið aftur. Byrja vel hjá Sjóli. Nokkuð svona örugglega að stoppa þessa pekki. Kolbrún réttnar halda sinni en Anna kemst á ferðina. Flott sending. Berglind með hann. Hvað gerir hún? Það er hann að 2 á henni. Nú er hann ennþá með hann samt. Sendur Önnu. Svo setur hann bara djúpt. Skynsamlegt. Ekki gott að taka ómikla áhættur á blálínni. Öruggar að setja bara niður. Og einn skoti frá Ingu en Birta verið þetta. Flott skot frá bláu. Berglind þarna hálsbreytt frá því að komast inn í frákastið en pökkurinn eitthvað á lofti. Það er pressa hérna stíft þessar stelpur og halda þess inni. Berglind reynir að finna Amundu, gengur ekki, en Inga stoppar þetta blálínni. Flott stoppandi af Ingu og kemur sem bara djúpt, það er skynsamlegt. Og það er farið í skiptingu en Berglind heldur pressun áfram. Við varnarmenn viljum átt bara koma nú djúpt, þegar sem sóknarmennum að skauta eitthvað. Þeir eiga að vera í betra formi en við. Hér er góð pressa hjá Gunnborgu. Vinnur pökkinn og setur það djúpt í sækúli, Ragnhildur keyrir á hann og nær honum. Og reynir að finna þarna sendingun upp í slottið en Fjölnir-stelpur að fara fyrir þetta. Virkilega góður kafli á Assa-stelpunum núna. Það komast ekki neitt Fjölnir-stelpuna. Mæta með skotið og Katrín nær að setja kilvun í þetta en fer ekki að markið. Þetta er búið að vera svona heldur kaflaskipt núna fyrstu mínúturnar. Það kemur María Sól inn í þetta. Nei, gott backcheck hjá Herborgu þarna. Aldrei neinn hætta sem staðfesta þessu. Já, góð barátta þarna niður í horni hjá Mögdu og Guðrún Marín heldur í sinni. Hún var ekki með hérna síðasta leik. Einhver sagði að hún hefði verið í prófi eða eitthvað. Það víst getur ekki beðið því miður. Síðan er einnig komnar hérna María Sól. Hún var ekki með í fyrsta leiknum. Hún var eitthvað tæp í haustnum eftir atvik sem átti sér stað hérna fyrir vetur. Þannig að það styrkir liðið alveg 100%. Hér er Magda að missa hann, það kemur ekki að sög, Katrín tekur hann. Reynir sendingu þarna á Herborgu en gengur ekki. Og hér koma Fjölnir-stelpur. Sigrún Assa stoppar þetta hérna áður að komast inn fyrir blálínuna og hér er æsing. Þetta er nú bara fyrsta skipti í langan tíma ekki sem við fengið stopp innan leik. Það er bara búið að fara hérna fram og tilbaka. Það er skemmtilegt að sjá þetta fljóta svona. Dómarinn ekkert að skipta sér allt mikið af og við erum bara að fá fínasta hokkinn til að byrja með hér. Já, alveg klálega. Mun betri fyrsta lota heldur en hefur verið í fyrstu 2 leikjunum. Þetta setur tóninn fyrir það sem að koma skal. Kolbrún vinnur þetta niður á Stefaníu. Og hér heyrum við að stúkan er farin í gang. Flott kilvarni á Aðalheiði. Þetta er mikið baráttu þarna hjá Sólrúnu Össu og Sigrúnu Agnhildi. Smá stærðarmunur á stelpunum. Assa er komin út á, ætlar enginn að fara inn á fyrir hana. Já, þá hoppar Herborg, hann hoppar báðar. Það eru heppnar þarna, þessar stelpur að fá ekki dæmt á sig 6 menn á ís. Það er hoppað þarna 2 inn á fyrir hana. Við riðist nú samt svona á að líta á bekkinn að sé allt í lagi með Össu, en hvað gerist? Og skot! Vel varið hjá Birtu. Hilma með hörkuskot og færir inn aftur. Já! Það er mark! Hilma Bóel Bergsdóttir með fyrsta mark Essa. Eftir rúmar tæpar 11 mínútur. Frábært mark. Hún er alein í slottinu, fær pökkinn. Þá er erfitt að stoppa skotin frá henni Hilmu. Glæsilega gert. Frábær byrjun fyrir þessar stelpur. Það má segja að þetta mark hafi legið í loftinu núna á síðustu mínútur. Já, það er rétt. Þessar stelpurnar hafa verið að sækja vel. Eiga þetta sannlega skilið. Þá tekur stúkan við sér. Þetta er gaman að heyra. Núna þarf að passa sig að halda áfram. Skyndisóknirnar hjá Fjölni geta verið stór hættulegar. Þannig að þær mega ekki núna bara fara að hugsa að það sé einhver titill kominn langt í frá. Það eru bara að halda hún að spila.
Herborg heldur sinni á Katrínu sem finnur Gunnborgu. Gunnborg á Ragnhildi sem með skotið og Birta verið þetta vel. Frábært skot, vel varið á Birtu. Þetta hefur ekki bara verið hanskarnar Bjarts í síðasta leik, hérna heima. Ragnhildur með aftur annað skot en Birta bara örugg, fær þetta bara beint á sig. Fristið þennan. Ætlar ekki að taka neina sensa. Eins og við sögum átti Hilma þetta skot og það voru Berglind og Amanda sem átti stóðsendingar. Það hafa unnið hann vel í horninu og koma í slottið. Það voru Jónína á móti Kristínu. Fjölnistelpu virkuðu bara kærulausar, skildu Hilmu þarna eina eftir í slottinu. Það er bara, getur kostað að skilja mann eftir í slottinu. Má ekki gerast í svona leikjum. En Emil hefur látið þær vita. Og þær vita hann og svo sem alveg sjálfar. Hér er Kolbrún í pressunni, finnur Maríu, en hún er ekki skoti. Það er Ragnhildur farin á blálínni og það er skotið. Flott skot! Og frákast, aftur, en það ná ekki að koma þessi markið. Þá kemur Sigrún Agatha á ferðinni. María í pressuna. Gerir þetta virkilega vel, Sigrún Agatha, og svo með skotið framhjá. Getur verið erfitt að eiga við hana, hún er góð með kilnuna. Það er að hlusta á okkur áðan. Heiðar, þær eru að koma vel á markið, það er gott að sjá. Ragnhildur er búin að eiga nokkur frábært skot frá blálínni. Þó svo hann fari ekki endilega beint inn, þá koma fráköstin. Og hér er Hilma með sendinguna sem fer af Fjölnismanni en Birta verið þetta. Hér er Berglind að fá hann aftur í slottinu og hún með skotið. En vel blokkað þarna hjá Stefaníu. Teresa hann í harðri pressu, setur hann í markið. María sækir hann. Hvað gerir hún? Reynir að senda hann fyrir, en þar er Anna Sonja. Anna Sonja segir, þetta er húsið mitt. Ég vill ekki sjá ykkur hana. Tekur pökkinn, fyrir með hann yfir og kemur hún djúpt. Glæsilega gert í önnu. Þá kemur Gunnborg í pressuna. Pressar Stefaníu hana. Hún setur hann yfir á Elísu. Elísa missar hann aðeins svo langt frá sér og Herborg kemst inn í þetta. Heldur sinni. Setur hann svo á Katrínu. Katrín finnur Mögdu upp á blálínni og hún með skotið en Kristín blokkar þetta vel. Ragnhildur heldur þessu hins vegar inni. Elísa hann í baráttunni og setur hann alla yfir og þetta er æsing. Það er mega væntanlega ekki skipta. Fjölnistelpurnar reyna við skiptinguna þarna. Geggjað að sjá hvað eru margir mættir inn í stúkuna. Töluverð breyting frá síðasta leik sem var í Reykjavík. Mun fleiri hérna í dag. Þetta er gaman að sjá. Það eru örfá sæti laus. Ef þið sitjið heima og vilja endilega kíkja í höllina, þá mæli ég með því. Það er allt öðruvísi að mæta þetta niður yfir, finna stemminguna. Enginn sem stoppar ykkur í því að vera með okkur í vasanum. Ef það er ástæðan fyrir því að þið sitjið heima, dæmum við engan fyrir það. Jæja. Rétt tæpar 6 mínútur eftir þessari fyrstu lotu. Berglind á móti Kolbrúnu. Skoppaði svolítið hann eftir face-offið en... Já, þarna fekk Kilva í skauta en Sæmi virðist ekki alltaf að dæma á þetta. Sýndist að vera bara barátta sem endaði með að önnur þeirra datt. En hér koma þessi stelpur. Amanda móti Guðrúnu. Amanda komin á ferðina. Setur hann niður á Berglindi en Kolbrún gerir vel og skautar hann uppi. Og hér koma Fjölnistelpur. Flott vörn hana. Ragnhildur fer yfir og þá eru það 2 á móti 1 hana. Nei, 1 á móti 2 segi ég.
Það halda áfram SA-stelpunar. Núna komaði Gunnborg. Fer aðeins svo nálægt rammanum og dettur. Flott að sjá. Maður sjá. Frábær vörn hann í Herborgu. Glæsileg backjack, ekki fyrsta skipti. Katrín komin á ferðina. Sendur hann á Gunnborgu sem missir hann. Það er gaman að sjá hana Gunnborgu í sínum eigin skautum. Þeir voru ennþá á Akureyri á laugardaginn. Hún þurfti að fá lánaða skauta í Egilshöllinni því miður. En það hafði ekki að sök. Hefði ekki enda verri Heiðar. Hvernig finnst þér að skauta í ekki þínum skautum? Já, ég hef nú ekki oft lent í sjálfur, en ég get ímyndað mér að það sé alls ekki gott. Nei, ég get ekki trúið. Sérstaklega ekki í svona leikum sem allt er undir. Hún er komin í sínan núna. Það er fyrir öllu. Gerir þetta vel. Það virtist nú ekki hafa mikil áhrif á hana samt. Hún spilaði flottan leik. Stóðu sig vel hana allar sem eina á laugardaginn. En hér koma Fjölnistelpur. María Sól skautar hann inn. En Aðalheiður gerir vel, tekur hann af henni. En hér er Teresa komin í færi og Sjóli verð frá henni. Glæsilega María Sjóli. Þetta er hættulegt færi fyrir Teresa að vera hana tiltölulega ein í slottinu. SA-stelpur virðast verið í einhverjum vandræðum hér að ná honum út. Fjölnistelpurnar búin að gera vel í pressunni. Hér er Kristín, setur hún upp á bláu. Kristín aftur, setur hún yfir. Og hún með skotið, en Sjóli verður þetta vel. Sjóli fristir hann síðan. Glæsilega stoppaði Sjóli og eins og við talaðum inn í síðasta leik, þetta er mikill fengur fyrir SA að fá hann öfluga markmann frá Kanada. Í deildinni í vetur var hún með 95% markvinnslu og með að meðaltali 0,98 mörk á sig í leik. Þannig að það er bara glæsileg tölfræði. Þannig að þetta er mikill fengur að fá hann í markið. Vonandi heldur hún bara uppteknum hætti núna í kvöld. Hér kemur Inga, reynir sendinguna á Hilmu, gengur ekki, en fer á Birtu, þannig að við fáum enga æsingu. En hér er Berglind að komast inn í sendinguna, reynir að finna Hilmu í slottinu sem missir á honum. Amanda vinnur hann aftur. Amanda snýr upp úr horninu, finnur Hilmu. Hilma í einhverjum vandræðum, missir pökkinn og hér kemur Elisa að reyna að ná þessu út. Fer fram hjá Ingu, sendir hann á Hörpu, en Annarsson gerir virkilega vel hann í vörninni. Kemst inn í þetta. En hér er Teresa kemst inn í þessa sendingu, en Sjóli verður virkilega vel frá henni. Alein hann í slottinu og kemst beint inn í þessa sendingu. Þetta er virkilega hættulegt og vel varið á Sjóli. Erfið sending hérna löng í gegnum svæðið hjá Önnu og Teresa lesi þetta virkilega vel. Við erum SA-stelpurnar stálheppnar með það að fá ekki þessi mark hérna, en Katrín með hann. Vel blokkaðu Stefáni hérna með kilfunni. Stefáni er rosalega ungur leikmaður, einungis 13 ára gömul. Hér eru SA-stelpur, Gunnborg með skoti, Birta Verda. Katrín skautar hann upp úr horninu, setur hann aftur niður. Ragnhildur fyrir fyrst í pökkinn, setur hann djúpt. Katrín er komin hann að hinum meginn, pressa Stefaníu. Baráttan niður í horni, en Assa nær þessu. Vel haldið inn í henni á Ragnhildi. 50 sekúndur eftir að fyrsta leikluta hérna. Spurning hvort við fáum annan mark hérna, kemur Kolbrún. Fer inn og Sjóli nær að setja kilfun í þetta, virkilega vel gert. Kolbrún er hérna að nota hraðan sinn, komast bak við varnarmennina, virkilega vel gert við Kolbrúnu. Stál heppnar hérna SA-stelpur, enn og aftur. Glæsileg lota hjá Sjóli. Það getur hæglega verið komið 1, jafnvel 2 mörk. Þannig að virkilega vel gert.
Alveg gríðarlega mikilvægt fyrir Sjóli að halda þessu hreinu í fyrstu lotu. Sérstaklega ekki að fá þessu svona mark rétt fyrir leikhléið. Það getur verið erfitt að fara inn í leikhléið, nýbúin að fá þessu mark, það getur orðið þungt. Og eins hefði það verið mjög gott fyrir Fjölnir-stelpur að ná að setja eitt inn í lokin til að gefa þeim búst inn í aðra lotu. Hér María Sól, setur hann djúpt. Hilma fyrst í pökkinn. Ragnhildur með hann, snýr. 10 sekúndur eftir. Setur hann, reynir að finna Hilmu. Gengur ekki. Og hér tíminn það bil að renna út. Að fyrstu lotu. Þá fáum við 15 mínúna leikhlé. Stelpurnar fá smá hvíld. Já, þetta var bara fínasta lota Heiðar. Já, mjög fín lota. Stelpurnar mun grimmari og aggressívari í báðum liðum. Heldur inn í fyrstu 2 leikjunum. Mikið að færum í báðar áttir og báðir markmenni gera ótrúlega vel. Eitt mark hérna á SA-stelpum, hefði hæglega getið verið 1-2 báðum megin, þannig að þetta er skemmtilegt að sjá. Við ætlum að fara að fá okkur 10 dropa og við sjáum okkur hérna eldhress eftir svona 10-15 mínútur.
velkomin aftur á skjánum. Allir búinir að pissa og fá sér nesti. Jafnvel ennþá með nesti. Eins og þið kannski heyrið, þá eru mættar trommur í stúkuna núna. Það var eitthvað kuðandi týndir í fyrstu lotu, en þeir eru fundnir. Þetta er gaman að sjá. Við elskum ekkert meira en góða stemmingu í stúkunni. Makkarinn minn hérna kendur við stemmingu, þannig að það er ekki verra. Jæja, heiðar. Hvað erum við að fara að sjá núna? Jannis er annar lotu. Ég held við myndum sjá gott hockey áfram eins og hefur verið núna í fyrstu lotu. Mikið af skotum og eins og við sjáum, þessar stelpur eru búin að vera að skjóta svolítið á markið núna undir lokin og það er að detta mörg rebound. Þær þurfa bara að vera duglegar að keyra á reboundin. Fjölnir hefur verið að beita svolítið skyndisóknum og hafa skapað sér fínustu færi upp úr þeim. Þannig að það er spurning hvað þjálfararnir hafa lagt upp með núna svona í fyrsta leikliði. Einmitt mjög góður að skapa skyndisóknir. Birta mjög flott að stoppa fyrsta pökkinn. Þá eru það varnarmennirnir sem þurfa að sjá til þess að reboundið komast ekki á markið. Við ræddum aðeins við hann Sami þjálfara. Hann var bara svona heilt yfir sáttur með þetta. Vildi aðeins fækka mistökum, en ég hef enga trú á því að það er græðið það núna. Þannig að þetta er alveg að fara á stað. Sæmundur heilsar hérna bóksinu, býður eftir að þetta eru klárir. Droppa sig að pekkinum. Sömu byrjunarliðið áðan. Berglind vinnur þetta face-off hérna á Ingu sem setur hann bara niður á Önnu Sonju. Anna Sonja með mishernaða sendingu hérna upp á Ametu. Stúkan strax búinn að taka vel við sér. Þetta er það sem við elskum að heyra. Við viljum heyra stemming í stúkunni. Hilma setur hana niður á Önnu Sonju sem reynir að koma upp á Berglindi. Berglind er ennþá með pökkinn en missir hann aðeins frá sér, nær honum hins vegar aftur. Þá koma Fjölnisstelpur. Sigrún reynir að finna Teresu, gengur ekki. Ekki skilja á hverju þetta var ekki icing, en dómari vill meina að það hafi verið eitthvað touch. Og hér er Kristín í slottinu á Elísu. Elísa nær ekki skotinu. Bara að þetta bak markið. Sigrún enda með hann og Elín með skoti en Sjóli grípur þetta auðvitað. Sýnist við erum Sami þjálfari og erum að gera nokkra breytingar á línunum. Sýnist Katrín er komin í vörnina og Kolbrún systirinnar leysir hana af í sókninni í annar línunni þá. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig það verður. Sólrún þá ein hann í þriðju línunni. Þær voru búin að vera að skiptast á að fara með þriðju línunni, Assa og Kolbrún. Sigrún finnur Elínu upp á blálínni sem skýlir honum vel. Kemur svo markið, vel gert á Elínu. Assa setur hann á Maríu. María fer með hann vítt og kemur skotið sem er framhjá. Þær pressa hérna strax stíft þessar stelpunnar. Jónína með hann niður í horni. Pökkurinn upp. Aðalheiði. Og Teresa plokkar þetta. Þetta megi ekki stoppa hann svona. Skotin frá blálínu verða að fara alla leið í gegn. Alveg saman hvort það sé dömpnir í horni að komast á markið. Hér reynir Kolbrún að finna Teresu í slottinu, gengur ekki. Eva með skotir frá bláu. Blokkað Össu. Jónína kemur þessu út, Aðalheiður skautar á eftir honum en Kolbrún á undan henni. Hvað gerir Aðalheiður? Reynir að snúa hann Maríu af sér, frábær pressa á Maríu. Þær eru tvær fyrir frá marki, hvað gerist? Finnur Evu upp á blálínu með skotið, en fer af Kristínu og aftur fyrir markið. Guðrún nær honum upp bláu, reynir skotið, Jónína blokkar það. Virkilega sterkt hjá Fjölni núna, góð pressa.
misjafnu sendingarna hjá Maríu og Hilma kemst inn í hana. Hér Guðrún upp á Elínu. Elín finnur Maríu í miðjunni sem nær að koma við hann og fer svo í skiptinguna. Kemur hann svo djúpt. Það var Anna sem er komin á ferðina. Finnur Berglindi sem ítir honum áfram á Hilmu. Þarna liggur Kilva eftir á ísnum, Elín og Hanna, fyrir út af. Glæsileg backcheck á Gunnborgu. Stelur honum að Teresi og kemur hún sér með Ingu. Frábærlega gert. Losa sig annað við pressuna. Losa pressuna af Ingu. Inga reynir hann að setja hann á Berglindi. Berglind nær honum aftur. Kolbrún, þetta komast inn í þessa sendingu. En Anna Sonja er fyrst í hann. Hættulegt að missa hann á blálínni. Anna Sonja covera partnerinn sin vel hérna. Snöggt tilbaka. Virkilega hörð og góður varnarmaður, Anna Sonja. Þú vilt ekkert vera fyrir henni. Hvað þá hún verið fyrir þér? Hér er Teresa og Sigrún Agata komast 2 á 1. En slæm sending hjá Teresa þarna. Sigrún Agata finnur Kristínu sem missir hann. Það hefði getið orðið hættulegt. Já, hefði getið orðið hættulegt þarna. Við erum að sjá að Fjölnir er að skapa sér færi á mistökum hjá SS-stelpunum. Það er að missa svolítið við blálínunar. En þá höfum við ekki fengið dóm í hennar leik. Bara ég fyrsti dómur. Valla búinn að sleppa orðinu, þá húkkar Guðrún Maríu hann í horninu, sýndist mér, eða Herborg, við erum ekki alveg viss. Stúkan, virkilega sammála þessu. Aðalega kannski að fagna þeim sem ekki með svartan hjálm, ég veit það ekki. Þetta er rosalega einkennilegt allt saman. Greina vill vera sérstök eða einstök. Guðni virðist ekkert alltaf hlusta á Berglindi, hún vil taka face-offið vinstra megin, en hann segir nú bara samt að hún er að taka hann hægra megin. Virkilega spes hérna. Guðni bara ákveðinn maður, vill bara hafa þetta eins og hann vill hafa þetta. Þannig að hann hafi ekki heyrt í Berglindi eða hvað, ég veit það ekki. Þá erum við með hérna fyrsta powerplayið hjá SS-stelpum. Það eru Inga Rakel, Berglind, Hilma, Amanda og Ragnhildur. Vel gert hjá Elínu hérna, hún hefur búin að sækja killunum sína og kemur þessu út. Fróðlegt að sjá hvernig það stillir sér upp hérna. Berglind kemur hann og sækir hann hjá Ragnhildi og kemst á ferðina. Hún hefði nú bara getað að skauta fram í hann þarna, en ætlar að reyna að senda á vinkonu sína. Inga reynir skot, gengur ekki. Elín og Elisa koma, nei, Ragnhildur heldur sinni. Virkilega vel gert hjá Ragnhildi þarna á blálínni. Amanda reynir að finna Ingu. Róa þetta nú niður, stelpur. Flott. Hilma á Ragnhildi á, setur hann á Berglindi. Skotið rétt fram hjá. Hilma aftur upp á Ragnhildi. Við finnum Hilma aftur og... Virkilega gott tipp hjá Ingu þarna. Gott skot hjá Hilmu, en Birta sér við þessu eins og svo ofta áður. Virkilega gott spil hann hjá stelpunum í powerplayinu. Þeir að ná að setja upp, gefa sér smá tíma. Hvað gerir Ragnhildur? Flott blokkan hjá Kolbrúnu, finnir í hornið, Berglind sækir hann. Það er að spila þetta powerplay virkilega vel. Það er að skapa sér færi. Virkilega vel gert þarna hjá Hilmu og Ingu. Það sem Hilma finnur Ingu þarna verið framann. Það er að byrja að skipta núna. Elín með hann, hvað gerir hún? Nei, Ragnhildur hann er inni, virkilega vel gert. Kemur hún niður á Berglindi, komur svolítið þreyta í stelpunar. Einhver er búinn að skipta, einhver er ennþá eftir inn á. Hér er laus pökkur í frammarkið. Berglind setur hann út af Hilmu. Hilma með skot sem er blokkað á Elisu. En Herborg heldur þessu inni. Við sáum það að þessar stelpur voru að spila meira minna á sömu stelpur núna í 1,5 mínútu í þessu powerplay. Það eru orðnar þreyttar. Hilma núna síðast að skila sér út af þeir eru 5 sekúndur eftir á powerplayinu. Núna er það að passa sig. Og Anna Sonja með skoti sem er rétt fram hjá. María með frákastið. Aftur núna, þær eru 5 á 5. Guðrún komin inn á. Hér kemur Kolbrún á ferðinni. Þær eru 2. Setur hún á Guðrúnu. Virkilega góð sending. En virkilega vel María á Sjóli. Það komast þetta 2 á 1. Þetta getur hættulegt en hér er Herborg. Kemst fram hjá Stefaníu. Og með skotið. Þetta verður þetta frábælega. Glæsilega bjargaðni á Fjölni. Þetta er rosalegt. Það eru bara færi eftir færi hérna fram og tilbaka. Virkilega spennandi. Þetta er gaman að sjá.
Við fáum hérna 2 góða markvörslur bara. Og önnur. Jónína í frábæru færi, Birta sér við þessu, glæsilegt hjá Birtu. Allt vaðandi í færum hérna í annari lotu. Og hér koma þessar stelpunar aftur. Þetta stoppað á bláu línni. Kolbrún tapar pekkinum hann á bláu. Getur verið hættulegt, en hér kemur Teresa. Missir hann aðeins svo langt frá sér. Aðalheiður kemur sér djúpt. Stefania pikkar hann upp, Jónína pressar vel á hana, sendir hann yfir á Kristínu. Sem tapar hann niður í horni. Kolbrún með hann bak við markið, reynir að finna Össu, en finnur í svona Aðalheiði. Og hún með skotið en Birta vel. Virkilega vel gert Birtu þarna. Aðalheiður alein. Finnur Össu hana bak við markið, en hún missir hann. Teresa á Kristínu, og hér koma Bjarnastelpur. Kolbrún með hann, hvað gerir Kolbrún? Virkilega góð vörn hjá Ragnhildi. Erfitt að komast fram hjá henni, virkilega sterkur varnarmaður, einn af sterkustu varnarmönnum landsins. Ef ekki sá sterkasti. Hér hættulegt skot. Mikil traffík hann fyrir framann. Þá einmitt mikilvægt að koma á markið þegar markmennin sjá ekki neitt. Sérstaklega er markmaður svo Sjóli í markinu. Ef hún sér pökkinn, þá er bara ekki séns að koma fram hjá henni. Kolbrún reynir að baka þetta skot, þau fréttur hann hjá. Hér pressaði Fjölnisstelpur. En Kolbrún kemur þessu á Jónínu. Og hún setur hann djúpt. Skynsamlegt, skynsamlegt. Nú fara þeir í skiptingu og við fáum mynda fyrstu línu inn á hjá SA. Amanda setur pressuna. Hér virkilega gott breakout hjá Fjölni. Harpa kemur hún Sigrúnu. Virkilega góð vörn hjá Önnu. Sigrún átti aldrei séns að komast fram hjá henni. Anna ítir henni bara niður í horn og tekur hann í pökkinn. Við sjáum það að bæði Ragnhildur og Annason er að gera virkilega vel í að hægja á leikmönnunum til að fá hjálp á vörnina. Þeir eru að koma svona hratt á þær. Þeir eru búin að spila þetta virkilega vel. Hér fellur Teresa hérna. Þeir reyna að koma honum út. Hér kemur Gunnborg. Og hér er bara slapshot. Og réttur hann hjá. Það mátti ekki miklu muna hana. Mér stýnist hún Harpa á að náða að fara fyrir þetta eitthvað. Sett Gylfu í þetta. En virkilega góð sending hérna í slottið og skotið frá Guðrúnu. Flott færi hann hjá Fjölni en hanna. Það er einhver hasa fyrir frammarkið. Katrín nýtir hann eitthvað í Kristínu. Svo virðist vera eitthvað að bögga Sjóli markmann. Regla nummer 1, 2 og 4 í íshokkí er að þú ferð ekki og ruglar í markmanni andstæðingsins. Emil þjálfari er brjálaður hann á bekknum. Vill fá eitthvað á þetta. Hann er brjálaður. Fær ekkert. Þetta er nú bara svona eðlileg harka finnst mér. Já, ég er alveg sammálað þar. Herborg vinnur þetta face-off. Katrín upp á Gunnborgu sem missir hann aðeins. Pökkun er hann að speglast að Gylfu út fyrir gler. Flott pressa í vilnu. Fjölnistelpur setja þetta djúpt. Herborg nær honum. Stíf pressa á Fjölni. Virkilega góð pressa hjá Kolbrúnu sem reynir að finna Maríu Sól fyrir fram á markið. En þessi stelpur komast inn í þetta. Fjölnistelpur að spila þetta bara hörku vel líka. Mikið af færum á báða bóa. Þetta er skemmtilegt að sjá. Já, vel, gott kall hann hjá Guðna. Snerta pökkinu, engin æsing. En heiðar, mikið meira finnst mér að færum frá meðan við síðasta leik. Já, þeir virðast vera að reyna að sækja meira og þá eru að opnast meira hjá þeim, báðum endum. Kolbrún hann að lætur systir sína svoleiðis heyra. Það er gaman að sjá. Það sem að hitta í þessu. Það er útkláðið við morgunmatnum í fyrramáli. Gott pins, svona eins og það kallast, hjá hann Ragnhildi, þar sem hún stígur niður á bláu línunni til þess að stoppa kantinn áður hann að kemst á ferðina.
8,5 mínúta eftir að þessum öðrum leikluta. Spurning hvort við fáum annað mark í þetta. Þarna fáum við æsing. Kristín reynir ekkert að skauta eftir honum. Virðist þreytt. Það eru nú fleiri en síðast. Vonandi eiga eitthvað á tanginum, bæði lið. En Heiðar, það nú samt svolítið svoleiðis í svona leikjum. Maður einhvern tímann þreyttur? Það virðist alltaf geta kreist út þessa ekstra dropa sem til þarf í svona leiki. Maður til í að gefa allt í þetta. Gaman að sjá hérna stúkan. Tekur við sér litlar frængur hérna í stúkunni. Harpa, litla frænkurnar Ingu, reyna að ná sambandi við hana. Og hann skotið frá Hilmu, en Birta virkilega vel varið á Birtu. Þetta línan sem skoraði hjá áðan. Fróðilegt að sjá hvað gerir núna. Sterk lína á móti eins að Kolbrún, Teresa og Sigrún. Við erum með hana Evu og Stefaníu með sér. Og Sigrún finnur Teresu hérna, virkilega góð sending. Og Teresa, og það rétt framhjá. Virkilega gott spil hjá Fjölni. Þetta þekkt kerfi. þar sem vinnan senda bak við markið og þegar annar kanturinn skautar upp á milli varnarmannana. Þetta virkilega vel gert og alveg 100% eitthvað sem hafa eftir með Emil. Emil virkilega taktískur og góður þjálfari. Þetta eitthvað sem beint af æfingasvæðinu. Gaman að sjá svoleiðis kerfi komast út á ísinn. Við verðum að sjá það að þessar stelpurnar verða að passa þetta. Það eru virkilega sterkar á breykinu, Fjölnistelpur. Það eru með snögga leikmenn sem geta laumað sig fyrir aftan. Inga verst vel hann og setur hann djúpt fyrir skiptingu. Skynsum hann búinn að vera smá stund inná á síðastu sinni línu til að skipta. Gunnborg fyrir pressuna. Vel góð pressa hann á Gunnborgu og Herborg komin í hjálpina. Herborg vinnur hann úr horninu. Reynir að finna Kolbrúnu fyrir framann, gengur ekki. María Sól og Gunnborg í baráttu þarna niður í horni. Kokkur fyrir Kolbrúna sem sendir á síðuna í Katrínu og Katrín með skotið en Kristín blokkar þetta vel. Magda setur hann djúpt, þetta er æsing myndi ég halda. Jú, hún er fyrir aftan rauðu línuna þarna og setur hann djúpt. Magda ekki alveg viss hann hvað hann átti að gera við pökkinn. Magda einn af efnilegustu leikmönnum deildarinnar, það fer ekki fram hjá neinum. Virkilega góð skot frá blálínunni sérstaklega. Hægt að sjá þau á TikTokinu hjá Íshokkey-sambandinu. Hún á eitt svokallað snæp þar, einungis fædd 2008. Hún á alveg framtíðina fyrir sig eins og margar hann inn á. Og skotið frá Sigrúnu sem er blokkað. Skemmtilegt að sjá þegar senderinn vinnur svona face-offið á leikmanninn sem á að koma í skotið. Gaman að sjá þegar virkar. Heiðar virkar ekki alltaf, eða nokkuð? Já, virkar alltaf á mér, ég veit ekki, Gunni bara skorar á dreif. Niður. Kolbrún með hann, virkilega vel gert, kemur hún á markið, nei, Magda fyrir. Hérna nær hún aftur öðru skoti, Kolbrún fer framhjá. Og ég Gunnborg næris út. Þetta fer allalið yfir í æsing. Mikil pressar á Fjölniskonum núna, þær að gera þetta virkilega vel. Það búin að hafa svolítið yfirhendarna finnst mér, síðustu svona nokkrar mínútur. Þessar stelpurnar búin að vera lengi inn og orðna þreyttar. Og hér ná Fjölnisstelpur að skipta og fá ferska lappir inn á. Þetta gæti orðið hættulegt fyrir þessar stelpurnar að festa svona inn á. Sjáum hvað að gera núna. Gunnborg vinnur, nær að komast inn í face-offið á Herborgu. Kottunum bara yfir rauðu, kottunum djúpt. Hér Magda reynir að koma djúpt, gengur ekki. Nei! Já, Magda með hann! Skjóttu! Magda Birta með frábæla frá henni og María rétt mistir af frákastinu. Hérna er María. María nær honum. Snýr í horninu. Reynir að finna einhvern í slottinu, það er enginn. En hérna, María komin í færi. En Birta nær að verja þetta frá henni. Virkilega góð pressa þarna hjá SA. Magda stelst inn í sendinguna á gott skot, en Birta verða María hársbreytt frá því að koma bekkinum inn af reboundinu. Sjáum Birtu gera þetta vel, að koma þarna 3 skot í sömu 10 sekúndunum. Birta gerir þetta virkilega vel.
Þetta er búið að vera svona svolítið hingað til, allavega hérna fyrir norðan, ekki alveg mikið fyrir sunnan, er búið að vera svolítið að leikum markmannana. Það er búið að vera slatta færum, en það bara virðist vera hægara sett en gert að koma fram með þessum markmönnum. Tveir virkilega góði markmenn hérna í kvöld. Hér fáum við, nei, Guðni vill meina að þetta sé ekki æsing. Ragnhildur nú ekki sátt með hann, en það er víst bannað að þræta við dómarann. Teresa heldur þessi það niðri, setur hún á Sigrún Akundu sem reynir að finna Kolbrún eða Teresa í slottinu, gengur ekki. Og Assa setur hún hérna í æsing. Þetta er spurning hvort hún hafi verið að reyna að fá touchið til að komast í skiptinguna eða hvað. Guðni fer ekki að láta hneykslast á sig fyrir að sleppa þetta með æsing tvisvar í röð. Núna flautar hann það. Vissulega, þetta er rétt. Það eru nú samt að þræta á dómarann og það sé bannað, en Sæmundur veit betur en að láta það tuði í sér. Jónín og Kristín inn í face-offinu. Og Elísa kemst inn í þetta. Kristín. Skautar hann niður. Reynir að snúa Ragnhild af sér, en Ragnhild gerir vel. Virkilega vel gert Ragnhild, þannig að kemur hún á Maríu, flott breakout-sending. María setur hann djúpt og heldur áfram í pressunni. Og hann nær að komast eitthvað aðeins inn í þetta á Guðrúnu, en Guðrún nær honum aftur. Inga reynir að koma honum á markið. Hilmi Berglind. Berglind reynir að finna Hilmi hann fyrir framann, gengur ekki. Hér er María Sól, hún er komin á ferðina. Anna Sonja gegn henni. Hægir á henni, en misefnir sendingarna hjá Maríu Sól. Stefania reynir að snúa Berglind Amundu af sér. Góð pressa. Amunda kemst inn í þetta og skot. Virkilega gott skot og pökkurinn ennþá laus. Og rebound. Berglind reynir að skjóta. Glæsilega gert hjá Birtu hann að rétt nær að lesa hvar pökkurinn er og setja út púðan. Þetta er virkilega vel gert, en þá koma þær hinn megin. Agga með hann, utan á. Virkilega góð kilvanni og Önnu nær að deflekta honum yfir markið. Þetta hefði getað verið hættulegt. Ég er ekki frá því að liggja markinn í loftinu. Það er bara spurning hvoru meina detti. Já, og það er engilega að segja hvoru meina dettur. 4 mínútur eftir að öðrum leikluta og ég er handvissum að fá markina. Ef ég stundaði fjárhættuspil, myndi ég setja penning á það. Og virkilega gott múf hann hjá Öggu. En dettur hann eitthvað við og missir pökkinn. Virkilega gott pinsan hjá Elínu. Það er hann á að halda þessu inni hann að Fjölnistelpur. Góð pressa hann á Ragnhildin niður í hornið. Þeir sem reynir að finna Öggu. Missir hann. Elín nær hún missir á bláu. Reynir skotið. Gott blokk hann hjá Kolbrúnu. Elín með hann aftur, hvað gerir hún? Setur hún á Stefaníu. Stefania á Teresu. Teresa snýr með hann. Setur hún á Stefaníu aftur. Stefania reynir skotið, en Gunnborg kemst fyrir þetta. Og hér er Gunnborg komin á ferðina. Gunnborg. Stefania gerir virkilega vel hann í vörninni, nær að koma kilvun í þetta. Og pökkurum fer út og Sjóli er komin hann eitthvað út úr markinu, en að Guðni kallar að spila þetta. Herborg reynir sendinguna yfir á aðalheiði. Nei, Kolbrún segi ég. Vel gripið á Sjóli hann að. Ægilegt skot fyrir hann að fá hann að beint á sig. Svo litið ótímabært hjá Herborg hann að rimma honum bara svona svolítið hringinn. Það sem að Fjölnistelpunni komast bara beint inn í það. Hafði mikinn tíma. Jafnvel kannski þurfa að tala aðeins meira saman, ég veit það ekki. Skil vel, það heyrist ekki neitt. Rífandi stemming í stúkunni. Fyrirgefið með þetta. Kristín og Jónín í face-offinu. Það er vinna þetta Fjölnistelpur. Guðrún reynir að finna Elísu hann á rammanum, gengur ekki, Inga nær honum. Og Inga ennþá með hann. Inga finnur Maríu. María á, sendingin heldur aftarlega fyrir Össu. Það er haldaðis inni, Assa. Assa með sendingun yfir á Maríu. María.
með Össu. Assa reynir hann að finna Jónínu, gengur ekki. Kvotur hann upp á bláu þarna. Já, þar er Inga, hvað gerir hún? Og Inga setur hann yfir Önnu Sonju. Anna Sonja með skot. Já! Mark! Glæsilegt mark hjá stelpunum, virkilega flott spil. Mér sýnist Jónína hafa náð að setja kilvuna í þetta þarna. Jónína María, ég er ekki alveg klár á því. En virkilega vel gert hjá þessar stelpunum. Inga finnur þarna Önnu Sonja á bláu línu sem setur hann á markið. Skólabókardæmi hvernig maður á að spila sóknarmenninni koma honum upp á varnarmennina, keyra síðan beint á markið. Jónína sendir hann upp, kemur síðan beint fyrir fram, hann er ekki frá því að vera hún sem að tippa honum inn hana. Glæsilegt spil hjá stelpunum. Virkilega vel gert. Við viljum sjá meira af þessu. Og það var hárrétt hjá okkur, við vissum að við fengjum annað markið í þetta. Þarna hefðu ekki orðið ríkir. Þeir vilja nú meina Anna hafi skorað þetta. Gæti svo sem verið, kannski er það bara vitleysa í okkur. En þetta er nú meira að vinna vitleysa í okkur hérna. Nei, ég segi svona. Það er alltaf hættulegt við fáum skot frá bláu og það er traffík fyrir framan markið. Hættulegt þegar markmaðurinn sér ekki neitt. Hér koma þessar stelpur. Berglind reynir að finna Hilmu, Hilma tekur ekki eftir því. Virkilega sterkt fyrir Essa að fá þetta mark núna 2 mínútur fyrir leikslok. Það kemur, fyrir lok hlutans. Kolbrún reynir skotið. Það er framhjá. Guðrún með Kolbrún í bakkinu. Hún er að losa sig við hann, en það er Ragnhildur. Nú þurfa Fjölnisstelpur mark. Svona rétt fyrir þennan leikluta. Það myndi gefa þeim heilmikið fyrir þriðja leiklutan. Engin afsökun fyrir að vera þreytt núna. Það er bara, ef það skaut ekki núna, það er tímabilið búið. Þannig að verða að skauta eins og þeir geta. Það liggur alveg mark í loftinu á þeim líka, Heiðar. Já, það er alveg klálega. Þær eru búin að vera virkilega hættulegar á breykinu. Hérna eru þessar stelpur að setja henni æsing. Þær eru búin að fá hellingsfæri. Hakan var ekkert í gólfinu þó Fjölnir eru búin að setja 1-2 hérna. Alls ekki. Alveg klálega, þeir eru alveg búin að fá færi til þess. Sjóli búin að vera virkilega góð hann í markinu. Virkilega gaman að sjá svona jafna og spennandi leiki í kvennaflokknum. Virkilega gaman. Fjölnir kom með gífurlega sterkt lið með hvernig þetta búið að vera síðustu ár. Ekki langt síðan að Fjölnir og SR voru með sameiginlegt lið í kvennaflokki. Virkilega gaman að sjá núna bara Fjölnir er komið með lið, bara mjög samkeppnishæft lið hérna. 30 sekúndur eftir. Herborg setur hann djúpt. Jónína fer í pressuna. Þessar stelpur virðast ekkert alltaf að gefa eftir hérna síðustu sekúndunar á annarri lotu. Og Kolbrún. Þær koma þessu nú út. 10 sekúndur eftir. Spurning hvað Fjölnisstelpur ná að gera hérna síðustu sekúndunar. En Anna Sonja nær þessu og þá er tíminn að líða út hérna í annarri lotu. Og það eru þessar stelpur sem leiða hérna 2-0 eftir aðra lotu. Hvernig finnst þér þessi lota svona búin að spila, Gunnar? Virkilega sterk lota, virkilega mikið að færum í báðar áttir, það er gaman að sjá. Virkilega hraður leikur, svona fram og tilbaka, komandi tímabil þar sem að það komi bara hvað, 5 færi sitt hvora megin, bara á svona 2 mínútna kafla eða eitthvað. Þetta er virkilega gaman að sjá, svona viljum við hafa þetta. Stelpurnar eru greinilega ætla ekkert að gefa eftir í báðum liðum. Það er ætla ekkert að gefa þennan Íslandsmeistaratitil upp á bátinn. Nei, alls ekki. Og ef þessi úrslitakeppni hefur sagt okkur eitthvað hingað til, þá koma þær alveg svoleiðis eldvitlausar inn í 3. lotu, þannig að ekki fara langt. Við sjáumst hérna eftir 14 mínútur, þá byrjum við aftur.
Jæja, áhorfendur góðir, áferð þriðja lotan að hefjast. Verður þetta síðasta lotan á þessu tímabili? Ég veit það ekki, það er spurning. Nú er bara dugað að drepa sér Fjölnistelpur. Það er spurningin sem allir er að reyna að svara hérna. Ég þykist vita hvað stúkan vill að svari sé, en Fjölnistelpur er á allt öðru máli. Nú er bara spurning hvort að þær nái að koma sínu máli á framfæri. Það væri rosalegt að fá fjórða leikinn. Eins og tölum síðast, þá yrði hann á fimmtudaginn í Egilshöllinni. En það voru að koma í ljós hvort að þurfum á honum að halda eða ekki. Fjölnistelpunir hérna tíja sig inn á. Ennþá ekkert svona alvarlegt atvik gerst, ennþá allar með og ekkert vesen. Einn dómur kominn. Þegar Guðrún húkkaði hana, Herborgu hana í annarri lotunni. Annars bara lítið að gera á Sæma. Allt gengið með feldum. Það er spurning hvort við fáum mörk í þetta í þriðju. Spurning, ég ætla að spá því að Fjölnistelpur muni gefa allt í sóknarleikinn og þá verða þær kannski svolítið að opna tilbaka. Spurning hvort að SS-stelpur nýti sér það. Já, það er rétt. Annarkvort koma mörkin þá Fjölnismegin eða þá að opna fyrir SS-stelpunar. En mark núna í byrjun, þriðju periódu myndi gefa Fjölni helling. Og ég held að það sem Emil hafi lagt upp með að reyna að koma pekkinum inn í neti sem fyrst til að fá smá boost, fá smá trú á þessu. Þá fara líka taugarnar hjá SS-stelpunum verða aðeins meiri eða fá mark strax í bakið. Hausinn kannski aðeins meira kikkinn, en það er mikill partur á þessu. En þetta var á stað. Kolbrún vinnur á niður á Evu, en hún kemur honum aftur bara yfir Rönnisoni. María Sól skautar hérna með hann, snýr og setur hann svo djúpt. Fjölnistelpunar strax byrjar að skipta ef að Kolbrún fór hann út af. En hér er Berglind að finna Hilmu. Hilma keyrir vítt fram hjá Kristínu. Reynir að finna Berglind og gerir það! Virkilega vel gert! Virkilega vel spilað hjá SS-stelpum. Hilma keyrir þarna vítt fram hjá Kristínu og finnur Berglindi aleina í slottinu sem klárar þetta virkilega vel. Virkilega sterk byrjun, fullkomin byrjun myndi einhverju segja á þessari lotu. Þetta er akkurat það sem mátti ekki gerast fyrir Fjölnistelpur, en núna skiptir bara ennþá meira máli fyrir þær að halda haus. Því að þetta er ekki næstu í búið, það er ennþá 19,5 mínútur eftir á íshokkí hérna. Allavega það. Og eins og við vitum sjálfur Gunnar, þá er það nógu tími fyrir 4 mörk. Já, heldur betur. Það er alveg rétt. Þetta er hvergi nærri búið. En við skulum sjá hvað gerist. Herborg, Elín pressar hana vel og setur hana svo yfir í æsingu. Mér sýnist svona á öllu að það séu komið smá þreytumerki á Fjölni. Elín hafði þarna auðan ís, en hún setur hann djúpt. Það er ekkert rosalega gott merki. Tæknilegir örðuleikar þetta. Það er spurning hvernig þetta mark mun hafa áhrif á Fjölni. Hvað gerist núna? Þær vinna þetta uppkast. Koma honum út. Elísa hérna í barðinu með Katrínu. Katrínu upp betur. Katrín komin aftur í sóknina. Stúkan hérna syngur og trallar. Eru ánægðir með þetta. Þeir fá æsingu. Aftur eru Fjölnistelpur að setja hann í æsing. Vonandi hafa þær fengið sér einn nokko í leikli. Hafa smá orku. Þær geta sofið þangað til á fimmtudaginn eða ná að knýja fram leik 4. Jónína gegn Kristínu. Jónína hefur betur. Og María með skoti og frákasti. Já. Það komast í 4-0 hérna þessar stelpur.
Sólrún Assa með markið. Hárrétt staðsett þarna, tekur reboundið. Virkilega góð sókn þarna. Við sjáum þarna að það koma 2 rebound eftir skoti frá hérna, hvort það var ekki Anna Sonja, frá Maríu segi ég, Jónína með frákast þarna og það kemur annað frákast beint á Össu sem virkilega vel staðsett. Sjáum þarna Kristín eitthvað að rökra við Sæma. Virðist nú ekki vera allt og fúl samt. Þetta virkilega vel gert núna, virkilega góð byrjun hjá SA-stelpum. Brekkan orðin aðeins þyngri núna fyrir Fjölnir-stelpurnar. Það spurning hvort að þetta nægi þeim til að tryggja sér Íslandsmeistaratitil, en þetta hvergi búið. Spurning, Fjölnir-stelpur virðast þarna að koma með skotið. En virkilega sterkt hjá henni Össu að skora. Þetta virkilega efnileg stelpa. Fædd 2009. Það ekki margar 2009 stelpur að spila á þessu sviði hérna. Þetta bara tækling í Kolbrúnu, já. Sæma finnst það ekki í lagi. Hún alls ekki sátt. Hún ekki sátt og lætur Sæma heyra það. Hún brjáluð. Hún ennþá láta hann heyra það. Þarna fer hún að fæða sér sæti. Fannst þetta nú vera rétt hjá hann Sæmundi. Hún fer svona fullharkalega tæklingu þarna. Kemur boxið, kallar á dómarann. Ætlum við síðan að láta boxið heyra líka? Nei, trúið ekki. Hún betur í ballinu en það. Þá fáum við hérna powerplay á SA. Þessar fengur nú lítið að fara inn á áðan. Þetta eru Gunnborg, Katrín, Anna, María og Herborg. Fjölnir-stelpur gera vel að koma þess út. Elisa kemur svo allarlega yfir. En þá kemur Katrín á ferðinni. Katrín finnur Maríu. María setur hann aftur á Katrínu. Katrín missir hann aðeins svo langt frá sér og Sigrún kemst inn í þetta. Anna Sonja setur hann niður á Katrínu. Katrín reynir að finna Maríu og gengur. Missir hann frá sér, Elín nær að koma, þær virðast, þær halda þessi þó inni. Þær hafa ekki náð að stilla upp hérna þessar stelpur það sem af en það virðist eitthvað að vera að breytast. Virkilega góð pressa þarna af Elínu. Anna Sonja á Ragnhildi með skotið en fer í Maríu sem reynir að finna Gunnborgu. Gunnborg setur hann aftur niður á Herborgu. Borg með hann á kantinum. Þær að stilla þessu vel upp þessar stelpur og skotið frá Önnu Sonju og aftur á Gunnborgu. Og Gunnborg með skotið sem Guðrún blokkar. Ragnhildur gerir vel, heldur þessu inni. Agga hann að reyna að koma honum út með bakhöndinni. Það ofta ekki vænlegt til árangurs. Ragnhildur og Gunnborgu. Gunnborg yfir á Önnu Sonju. Anna Sonja missir hann út fyrir. Heppinn hann fór ekki verð. Góð vörn hjá Elínu. Ekkert á þetta. Sem næri ekki að koma hann yfir, Ragnhildur stoppar þetta og með skotið sem leitar svolítið framhjá. Þarna voru það stálhefnar, Aðalheiður fer inn á. Gunnborg reynir að finna Ingu. Það virðast verið í einhverjum erfiðleikum Gunnar að vera að stilla þessu upp hérna inn í svæðinu. Já, það rétt. Fínasta pressa á Fjölni. Emil myndi að kalla á ráðan og vildi fá þér í harða pressu. En við erum komið með 5-5 aftur. Þá spurning hvað Fjölnir ná að gera hérna. Stefania reynir að koma nú djúpt. Það stoppað. Aðalheiður skautar hann upp og Aðalheiður fer bara sjálf. Skilur hann eftir fyrir Hilmu sem með skotið en Birta verður vel. Og hér erum við að fá aðra æsingu. Já. Guðni dettur núna stuð þarna. Það hefði nú getið farið verð. Fjölnir-stelpur eru þó bara með 4 leikmenn inn á. Það er spurning hvort einhver hafi farið í skiptingu. Nei, hann er að dæma vittlausa æsingu.
sem ég finnst nokkuð spes, þar sem að ég held að SA maðurinn hafi nú verið fyrstur í pökkinn, en ég veit það ekki. Kannski var einhver snerting. Það hefur verið einhver snerting, það er rétt. Þeir eru alveg með þetta á hreinu þessi þrír. Hvað spyrjum það? Assak reynir að koma svo Jónínu. Það fer aðeins yfir spaðan hjá henni. Anna kemur honum djúpt þarna. Eva skautar á eftir honum. 15 mínútur hérna eftir að þessum leikluta og þessum leikbala. Fjölnir skorur ekki. Fjölnir lítið séð til sólar í þessum leikluta. Það verður bara alveg að segjast. SA-stelpurnar virða að vera allar stútfullar á orku. Gæti verið að segjast til sína. Það séu búin að spila á hérna 3 línum alla leikina meðan Fjölnir eru búin að vera bara 9-11 stelpur. Það hefur sitt að segja í svona langri keppni eins og úrslitakeppni er. Kolbrún reynir að finna skotið, gengur ekki. Virkilega vel gert þetta, Elín að halda honum inni. Sigrún Agatha, en vel gert hjá Jónínu, nær að setja kilvur í þetta. Hér er Katrín, kemur hún upp á Gunnborgu. Gunnborg nær að koma svo út á Ragnhildi. Ragnhildur fer gegn Elínu. Elín gerir vel í vörninni, stoppar hana. Elín með pökkinn niður á Kristínu. Sem kemur hún, reynir að koma nú á Elísu, gengur ekki. Herborg kemst inn í þetta. Gunnborg snýr niður í horni. Finnur Herborg aftur upp. Ragnhildur alein hinum megin. Setur hann yfir á hana. Skjóttu! Með skot, en virta verða vel. Herborg eins og að fyrst í pökkinn. Herborg reynir skotið. Missar hann aðeins frá sér. Kemur hún með Katrínu. Sem reynir skotið og það er laus pökkur framan en það ná þessu í burtu Fjölnir-stelpur og hér kemur Elísa. Hún er komin á ferðina. En Katrín gerir virkilega vel í vörninni. Skautar hann uppi. Hér kemur hún á Gunnborgu. Gunnborg reynir að finna Hilmu þarna hinum megin. En sendingin aðeins oftalega. Það er einhverjum erfiðleikum með að koma þessu út hérna Fjölnir-stelpur. Virkilega góð pressa á SA-stelpunum núna. Það virðast bara eiga meira aftur á tankinum. Teresa kemur hana, nei, gleyma pekkinum. Anna Sonja yfir á Ingu. Það er getað sótt hratt en sendingin eitthvað missefnuð. Inga finnir Kolbrúnu. Gott að sendinga núna. Vel gert hjá Hörpu. Þetta lítur á rangstæða, nei, segir Guðni. Segir hún sé með fullt vald á honum, en Soli fristið þennan bara. Við vitum það, leikmenn mega að bakka með pökkinn inn fyrir blálínuna ef þeir eru með fullt vald og Guðni hefur talið að hún hafi verið með fullt vald á pökkinum. Fín pressa þarna á Maríu í Solbakkamarkið, Harpa kemur líka. Virkilega góð pressa. Erfitt fyrir Aðalheiði að vera hana inn á móti þeim tveimur. Það tekur stúkan við sér. Það er tölu það þessar stelpurnar að það hefur verið gríðarlega mikilvægt að fá stuðningi sem þeir fengu þarna fyrir sunnan. Hér eru við mættir aftur í stúkuna, þannig að spurning hvort það sé að hjálpa þeim eitthvað hérna í dag. Getur skipt gríðarlegu máli að heyra í öllu þessu fólki. Það gefur manni ekstra orku, maður þekkir það sjálfur. Og Ragnhildur með skotið, Birta stýrir þessu niður í horn. Birta sér þetta allan tíman, rútínupökkur. Herborg yfir á Ragnhildi. Ragnhildur reynir aftur skotið og Katrín fær hann upp í slottinu. Birta snögg að hugsa, hann gerir þetta vel. Katrín
reyna að vinna hann aftur út í slottinu. Stór hættulegum stað. Ól með skot sem fer rétt yfir. Sá ekki hvort að Birta náði að setja hanskan í þetta. Ekki ólíklegt. Birta búin að standa sig gríðarlega vel, þráttur að vera búin að fá sér 4 mörk. Búin að vera að verja vel. Ekkert við hann að sakast í þessum leik eða hvað þá þessar úrslitakeppni. Búin að standa sig gríðarlega vel. Hérna koma þær, 2 á móti 2. Kolbrún reynir skotið, en Magdalena fer fyrir þetta vel. Hún er komin á ferðina, en Teresa gerir þetta vel, skautar hann uppi og komin hérna vítt, Annarsson í pressinu með henni. En misheppnuð sendingarna, hún reynir sendinguna á Sigrúnu. En þarna er einhver áraustu fyrir aftan markið og pökkurinn er laus niður í horni. Fella þarna, detta þarna 3, en Sæmi heldur höndunum fast niðri. Það er gott að fá smá baráttu í þetta, svona viljum við hafa þetta. Herborg kemur svo djúpt. Amanda pressa vel. Og hér kemur Berglind, hún vinnur hann. Inga með hann, reynir skotið. Frábært skot hjá Ingu frá bláu. Þetta er sama uppskrift og áðan. Sóknarmennirnir vinna hann upp á bláu, senda hann yfir og glæsilegt skot hjá Ingu. Virkilega vel gert. Það skapast alltaf rosalega hætta þarna þegar við erum að fá sóknarmennina fyrir framan markið. Skapa traffík fyrir framan og virkilega vel kláraði hjá Ingu. Birta sér aldrei pökkinn. Og þetta flýtur alla veginn inn, glæsilega gert hjá stelpunum. Virkilega sterkt. 10 mínútur núna eftir. Þetta er orðið heldur betur brekka fyrir Fjölnisstelpur. Nú er að duga að drepast. Allt hefur nú gerst. Hér kemur Elisa. Elisa gegn Aðalheiði. Assa fljót tilbaka, trublana. Það gera vel í hjálpavörninni. Það er vinna pökkinn þessar stelpur. Og stúkan er ánægð með þetta. Vel boxað út hana hjá Aðalheiði. Það sem hún er að halda bara Elísu fyrir utan. Það er mikilvægast sem varnarmaður getur gert er að halda andstæðingunum bara fyrir utan, ekki hleypa þeim inn í miðjuna. En hér finna þær Teresu. Síðan á Teresa kemst í gegn eða hvað? Nei, Magdalena setja kilvun í þetta. Fjölnisstelpurnar byrjaðar að cherrypicka eins og það kallast á góðri íslensku. Þar sem að einn sóknarmaður kemur svona og reynir að lauma sér bak við vörnina þegar hún sér ekki til. Já, þær eru búin að gera þetta nokkur sinnum í þessum leik. Það hefur heppnast í 2 skipti. Emil þekkir það kerfi mjög vel og getur gert það mjög vel. Hér kemur Kolbrún. Skemmtileg múl hann á miðjunni. En Gunnborg gerir vel. Nei, hún er að fá sér dæmt. Húking sýnst mér. Fer þarna eitthvað örugglega upp í hendina á henni eða hvað. En þær halda nú í pökkinn Fjölnisstelpur. Jú, hann blæs hann í flutuna. Sýnist það nú vera rétt. Nei, hann segir slassing. Sæmi segir slassing. Það er rétt. Er ég nokkuð vissum. Þetta gæti verið það sem að Fjölniskonur þurftu. Mark núna gefur þeim kannski smá neista. Núna ættu þessar stelpurnar bara að reyna að vera skynsamar. Emil tekur leikhlé. Og eins og Sami mundi er alveg pottþétt að segja við stelpurnar núna. We don't need to score with a risk. Þannig að þær verða að spila þetta skynsamt. Passa bara að Fjölnisstelpurnar komist ekki alltaf góð færi. Það sem Fjölnisstelpurnar þurfa núna er klálega að ná að potteinin hérna á meðan þeir eru einu fleiri. Helst eins fljótt og mögulegt er. Ennþá er tími, þó að tíminn sé að verða minni og minni alltaf því sem tímann líður. Það er engan eðlisfræðing til þess að vita það. En mark núna snöggt. Síðan eins og Heiða sagði hann, þetta er bara dugað að dreppast núna. Þannig að Emil þarf ekkert að vera feimið við það að fara að taka markmanninn á markinu. Skiptir engu máli hvað að tapa með mörgum mörkum. Þannig að að gera, reyna allt sem maður getur.
Inna hjá Fjölni núna eru Kolbrún, Teresa, Elín, Harpa og Sigrún Agatha. Spurning hvort við fáum mark frá þeim núna meðan þeir eru einu fleiri. Þetta er fyrsta powerplayið þeirra í þessum leik. Virkilega sterk powerplay lína, en penalty killi hjá SA er nú ekki að verri endanum eins og það sem að Berglind kemst nú inn í þetta. Það ná að koma þessu út. Með Berglind eru Amanda þarna fyrst í pressunni og Ragnhildur og Inga í vörninni. Og Amanda pressa vel. Sigrún snýr hann af sér og setur hann á Kolbrúnu. Kolbrún býr sér til tíma, virkilega skynsamt hjá Kolbrúnu. Hún getur nú bara labbað inn þarna. Og þarna er með hörkuskot og það er rebound fyrir framan. Virkilega gott skot hjá Kolbrúnu. Það kom enginn í hana, virtist vera. Það er alltaf að spila þetta þétta þessar stelpur. Spila svokallað demantskerfi í VK-inu. Amanda missar þetta kilmuna en Ragnhildur kemur þessu frá. Virkilega vel gert. Þetta er vel gert að fóra þeirri skiptingu, fá ferska lappir inn. Það getur verið þreytandi að spila einu færri. Það kemur Teresa. Teresa finnur ekki sendinguna á Maríu Sól. Það er sterkasta kerfið. Fjölnistelpunar að spila svolítið regnklífa kerfi eins og kallast, Umbrella, þar sem maður eru með 3 uppi, 1 í miðjunni og 2 sitt hvorum megin við hana. Þá er gott að vera með demantinn til þess að vera á móti því. Þurftum að hafa gömlu góðu teikni í blokkinu hérna og verið mynd til að sýna ykkur þetta. 40 sekúndur rúmar eftir af powerplayinu á Fjölni. Tíminn að renna frá þeim. Þær verða að fara að skora núna ef það er alltaf eitthvað tjens í þetta. Virkilega vel gert hjá aðliða þarna, komið sér bara djúpt. Þetta kemur Elisa, kemur á ferðinni. Elisa reynir að fara í gegnum það 2 þarna, fer fram hjá þeim. En þetta er svo dýrt. Það er að fá dæmt af sér ránstöðu hérna. Þegar maður reynir að gera svona move á blálínunni, eiga hérna liðsfélagar manns það til að vera komnir inn. Það eru nú bara 4 inn á Fjölnistelpur, það vantar nú eina. Kalla hérna Harpa. Vilja endilega vinkonu sín verið með sér. 6 mínútur og 50 sekúndur eftir að 3. leikhluta. Eftir hverju verið að bíða? Jú, ég held að klukkan hafi ekki stoppað strax. Ég held að sé að laga það. Sæmi með þetta alltaf á hreinu. Þá kemur Herborg á flegi ferð. Kolbrún fer bara ennþá meiri ferð. En Herborg virkilega klók. Reynir að finna Katrínu þarna. Það er komið. En Katrín virkilega góð í pressuna þarna. Þeir verða að passa sig að fara ekki alltaf djúpt. Þessir eru einu færri. Það er komið smá pirringur í Kolbrúnu hérna. Þetta hefði nú hæglega getað verið brot, ég sá það ekki alveg. En SA er með fullskipað lið. Hér er Sigrún Agatha. Fjölnistelpunar megi ekki við. Teresu. Það er megi ekki við því að fara í boxi núna. Það verður alltaf einhver tjens. Guðni segir bara þetta er minn staður, farið eitthvað annað. Anna Sonja reynir að finna Gunnborgu. Sendingin heldur aftalega, Gunnborg snýr niður. Finnur aðalegi, sem finnur Önnu Sonju. Anna Sonja finnur Hilmu þarna sem er komin á ferðina. Og þær keyra þarna saman, Hilma og Elisa. Elisa að reyna að stoppa Hilmu þarna. Það er brjáluð stemming í stúkunni, Heiðar. Þetta er gaman að heyra. Þetta er virkilega skemmtilegt. Það er eiga svo sannarlega skilið. Allar hennar stuðning sem stelpunar að fá hérna er eiga svo sannarlega skilið. Virkilega gaman að sjá. Hér kemur Berglind. Berglind fer hérna vítt. Eva til varnar. Reynir að bóksa hann úti. Berglind fyrir fram hjá henni. Finnur Ingu. Inga með annað skot en myndi að vera þetta vel. Já. Tiltölu og auðvöldu bökum verið Birtu. Fer svolítið beint á hana. Það vantaði mann hann fyrir framann. Hárar mættar, Jónína, Kolbrún, María, Aðalheiður og Ragnhildur. Móti virkilega sterku línu á Kolbrúnu, Teresu, Sigrúnu, Stefáni og Elinu. 5 mínútur eftir aðsíðan hjá okkur. María gerir verið í pressunni.
Þær eru í einhverju vesinni, spurning hvort að þreyta sé farin að segja til sín hjá Fjölni. Erfið sending hjá Jónínu þarna á Ragnhildi, ekkert sem Ragnhildi getur gert þarna á blálínni. Spurning hvað, og Sigrún er að koma sigur á Kolbrúnu. Kolbrún með skotið framhjá. Það fer að verða helvíti lítill tími eftir fyrir Fjölni til að koma tilbaka hérna. Fer að renna frá þeim. En þar virðast ekkert alltaf að gefast upp. Gott þess að marki bara. Þannig með skot. Hér kemur Ragnhildur. Flegi ferð, hvað gerir hún? Mark hér myndi nánast gera út þetta. Virkilega gott rössandi á Ragnhildi, nær ekki alveg að koma honum á markið. Agga með hann, hvað gerist? 4 mínútur og 15 sekúndur eftir af síðasta leiklutanum hérna. Það þarf eitthvað mikið að gera svo Fjölnir ná að koma tilbaka hérna. Þessar stelpur spila þetta bara skímsamt, taka enga sénsa. Engin ástæða fyrir að taka sénsa núna. Góð pressa hann hjá Gunnborgu. Og Herborg nær honum. Herborg fer vítt, finnur Gunnborgu. Gunnborg sveitar hann að bak við markið. Setur hann upp á Katrínu. Katrín, nei, það er einhver misskilningur þarna. Hann reynir að senda Önnu Sönnu upp á bláu en það er misskilningur þarna. Pökkur hann út. 3 mínútur og 30 sekúndur eftir af þriðja leikluta. Þetta fer að verða svartara og svartara, Heiðar, því miður. Þessar stelpur byrjuðu þennan leikluta bara á of miklum krafti fyrir Fjölnistelpur. Virðist vera. Fjölnistelpur samt búin að vera flottar í þessum leik og í þessari úrslitakeppni. Að missa hausinn í smástund getur bara kostað helling. Sérstaklega á móti svona sterku liði eins og þessar stelpunar eru. Byrja að syngja hérna bikarinn á Akureyri. Fjölnir á einhverjum erfiðleikum með að koma hérna út. Góð pressa hjá þessar stelpum. Þær virðast vera rosalega þreytta núna, Fjölnistelpur. Þetta er virkilega erfitt þegar lappirnar eru búnar. Góð pressa hérna á þessa. Inga setur hann bara yfir á Önnu Sonju. Anna Sonja, Feru, setur hann djúpt. Hanna kemur Ragnheiður inn á. Ragnheiður Alice fá sína fyrstu skiptingu í dag. En hér kemur Kristín. Nær hún að minnka munin eitthvað. Skotið framhjá. Teresa reynir að koma út, en hér er María komin. Náðar að setja eitt í viðbót. María með skotið. Fer í hausinn á Birtu. Kristín hérna, Ragnhildur stoppar það. Virkilega vel gert. Hægara sagt en gert að komast þarna fram hjá Ragnhildi. Búin að vera virkilega flott í þessum leik í dag. Og þessar stelpur með 9 fingur á titlinum. 90 sekúndur eftir þessum leik hérna með Stefania meðan baki markið. Hvað gerist? Er Kolbrún að komast á ferðina? Nei, virkilega vel lokað hjá Herborgu þarna. Ragnhildur heldur þessu inni. Hér er Gunnborg, finnur Herborg í slottinu og Herborg með skotið. En byrst að vera þetta Herborg með skotið sem verið í Gunnborgu í liðsfélaginnar. Við erum að sigla hérna inn í síðustu mínútuna. Spurning hvort við fáum eitt mark í viðbótinn á þessari síðustu mínútu. Þær virðast vera mjög þreyttar Fjölnistelpur. Emil ætlar ekkert að vera að því að taka markmanninn út af. Hefur kannski ekkert upp á sig núna. Hér er Katrín með skotið, en byrst að vera þetta Vel gripið á Birtu þarna. 41 sekúnda eftir á þessum leik. Ég get nánast fullyrst að þessi leikur fari ekki í framlengingu. Já, það er hægt að fullyrða það núna, leyfi ég mér að segja. Formsatriði núna bara leyfa þessum tíma að renna niður. Nú er bara þessar stelpurnar séu skynsamar. Og hér er Hilma með hann einn. og Birta verður þetta frábælega.
Hún ætlar ekki að fá sér fleiri mörk í dag. Virkilega vel lokaðu Sveindísi þarna. Hún er ekki búin að fá margar skiptingar í dag en gerir þetta virkilega vel. Stúkan hérna öll staðinn á fætur fyrir SS-stelpunum. En hvað gerir sér? Það eru komnar 2. Það er að gleyma sér hérna í lokin. Sigrún setur eitt hérna í sárabætur fyrir Fjölnir. Það eru 10 sekúndur eftir. Þetta var klaufalegt. SS-stelpunar virtust vera bara hættar. Og þá refsa þær. Það refsa Fjölnir-stelpunar. Komum eitt hérna í lokin í sárabætur. Já, það lá alveg í loftinu. Það er áttalega skilið 1 mark hérna í dag. Ég er ekki viss að 5-0 gæfi rétt að mynda af þessum leik. Fjölnir er búin að spila gríðarlega vel á köflum. Já, fyrstu 2 lotunar hjá þeim voru virkilega góðar en í 3. lotunni hafa SS-stelpunar svolítið siglt fram á þeim. Já, það eru búin að eiga 3. lotuna SS-stelpur. Markið var skorað á 59. mínútu og 50. sekúndu. 6 sekúndur eftir. Þær gefast ekki upp, Fjölnir-stelpur. 3, 2, 1. Og titillinn er komin í hús hjá SS-stelpum. Skautafélag Akureyrar, Íslandsmeistarar í kvennaflokki 2023. Frábær árangur hjá þessu liði. Þær eru búin að standa sig gríðarlega vel í vetur og þetta fyllilega skilið. Virkilega flott tímabil hjá stelpunum, alveg 100%. Tapa einungis 2 leikjum allt tímabilið. Eiga þetta svo sannarlega skilið. Virkilega gaman að sjá þær standa sig svona vel. Þær hafa verið frábærar undanfarin ár. Og það er enn einn titillinn sem fætt í Skautafélags Akureyrar. Og Stúkan er gríðarlega ánægð með þetta og fagnar þeim mikið. Virkilega góður stuðningur hérna í kvöld. Og nú fáum við verðlaunaafhendingu. Sá hérna Helga Pál formann Íshokkísambands Íslands var mættur inn í hús áðan. Ætli hann sé ekki að leita að bikarnum. Sýnist þær ætla að byrja að þakka fyrir leikinn. Þakka fyrir þessa úrslitakeppni. Þá eru þær komnar inn á einnig Lara og Eva. Það er ekki með núna í þessum leikjum. Það er búin að vera með báðar eitthvað meittar. Lara er búin að vera meitt eitthvað og Eva líka. Þarna eru komnir inn á ísinn. Jón Gíslason, framkvæmdastjóri Skautahallarinnar og Helgi Páll, formaður Íshokkísambandsins. Og síðan sérlegir aðstofamenn Stefán Gunnarsson og Alex Máni. Hjálpaði með medaljurnar. Alltaf gott að fá góða hjálp. Sami og Atli hafa unnið gríðarlega gott starf með þetta lið í vetur og síðasta ár. Það verður bara að segjast. Já, hárrétt. Sami, mjög reyndur og góður þjálfari, hefur skilað góðum árangri hérna með SA. Virkilega sterkt. Það fengu Atla inn með í þetta í fyrra líka. Virkilega góður leikmaður Atli sjálfur og hefur mikla reynslu og þekkingu til þess að spila til stelpuna. Hefur spilað í Finnlandi og Þýskalandi og síðan hér heima. Þannig að virkilega sterkt að fá hann þar inn, hjálpa stelpunum. Jæja, Heiðar. 3-0 úrslitakeppninni. Mér finnst það sanngjarnt en samt ekki alveg segja hvernig leikirnir voru. Þetta var nú engin einstefna, sérstaklega í fyrsta leiknum. Bæði lið sótt á köflum, jafnleikur. Virkilega skemmtilegi leikir. En SA kannski, já, eiga þetta skilið finnst mér. Ég held að munur liggi líka oft í að SA er að spila fleiri mönnum. Það er eiga einhvern veginn meira inni þegar líður á leikinn. Já, 100%. Það getur skilað sínu, sérstaklega. Maður sá það bara hérna í þriðju lotunni. Þær voru orðnar svolítið þreyttar, Fjölnir-stelpurnar. Þarna eru litlu stelpurnar í stúkunni, kalla á Sjóli þjálfara sinn. Sjóli ekki bara verið að standa vaktina í markinu, heldur líka þjálfa yngri flokkana.
sem er virkilega gott að sjá. Hvað þá markmennina, ennþá betra. Þær eru frábæra fyrirmyndar þessar stelpur. Með eiga það. Já, alveg klárlega. Stelpustarfið í Skautafélagi Akureyrar er virkilega stórt og gott og gaman að sjá að meistaraflokkurinn getur bakkað það upp og sýnt svona takta. Þá hafa þær eitthvað til að líta upp til. Öll stúkan staðinn á fætur. Býður þess að fyrirliðið þessa lyfti hérna bikarnum, Herborg. Herborg kom hérna til SA fyrir síðasta tímabili minni mig. Búin að búa mest allt sitt líf í Noregi. Bjó hérna hún lítil, flutti kannski 7-8 ára til Ísland, nei, til Noregs segi ég. Síðan spilaði áður hún kom til Ísland, spilaði hann í Svíþjóð. Næst efstu deildinni þar, þannig að virkilega gott og sterkt að fá hana hérna inn. Hefur gert gríðarlega gott starfanda með stelpunum sem fyrirliði. Virkilega gaman að sjá. Margar stelpur þarna, eða allavega nokkra sem hafa spilað erlendis. Berglind einnig spilað erlendis. Ragnhildur líka. Og einhverjar sem eiga án efa eftir að fara og spila erlendis seinna meir. Gaman að sjá líka í báðum liðum margar ungar og efnilega stelpur sem að stíga sem fyrstu skref. Já, klárlega. Alveg 100%. Og eins margar og SA-stelpunar eru hérna, þá eru fullt af stelpum sem eru að banka á dyrnar. Margar efnilegar sem er ekkert rosalega langt í. Þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig næstu ár spilast. Núna eru síðustu menn að fá hérna medaljuna sínar á styttist í að Herborg fái að taka við bikarnum. Þórir, ljósmyndari klár hana. Taka myndir af þessu öllu saman. Hér kemur Herborg Geirsdóttir fyrirliði Skautafélags Akureyrar. Helgi Páll, formaður Íslandssambandsins, gefur henni bikarinn. Taka mynd. Skautafélag Akureyrar, Íslandsmeistari í kvennaflokki 2023. Eiga þetta fyllilega skilið þessar stelpur. Frábær árangur. Leifum þessum myndum núna að njóta sín. Við þökkum kærlega fyrir okkur. Vonandi nutu þið þess eins mikið að vera hérna og við. Bara já, takk fyrir okkur, kærlega. Takk fyrir tímabilið.